hvað heldurðu með, ef við erum komin inn í þessa pælingar, hvað heldurðu með Elon Musk? Af því nú hann ríkasti maður í heimi skráður, en hann virkar ekki, hann núna að reyna að kaupa Twitter af því að hann trúir á algjört tjáningafrelsi og Elon Musk á mjög gráu svæði í mínum huga, mjög gráu svæði, hann vil náttúrulega sitja okkur microchip í heilan. Jú, hann byrjaði að gera það í svínum. Já, af því hann klára því að við getum ekki þroskast nóg til þess að geta tekið eða verið hæf til að vinna í að prata en ef það væri nú bara fallegri hugsjón á bakvið þetta hjá honum sem er það sem hann segir að þetta gangi út á að byrja að lækna til dæmis lömunarsjúkdóma og annað með því að það sé hægt að byrja þá fikt í boðefnum í heilanum til að laga hluti sem hefur ekki verið hægt að laga hingað til. Það mjög fallegt út af fyrir sig, en það að mínum að þetta annað sem honum gengur til. En ég var að horfa á þátt núna bara fyrir 2 dögum sem ég datt inn á bara 10 atriðum Elon Musk sem þú ekki vissir. Og þar kom meðal annars fram, hann búin að vera svolítið legar í gegnum tíðina. Hann stofnaði ekki Tesla, hann kom inn í fyrirtæki sem aðri voru með. Hann keypti þá út eða rak þá hann yfirlýsti það að hann væri bara fátækur skólstrákur í Ameríku, hann kemur frá Suður-Afríku en pappa hans átti emeraldnámu í Suður-Afríku svo hann var ekki alveg bara á slitskónum og svo ýmislegt fleiri það sem er problemið í nútímanum er þetta, þú ferð að sér þú veist 10 atriðum Elon Musk. Hvernig veist þú síðan að þau séu sönn? Ég veit það ekki. Ég veit ekki, alls ekki. Svo ég bara segja, þarna eru upplýsingar sem eru á skáfið þar sem ég hefði, svo koma aðrar upplýsingar hérna og ég að hlusta og ég að bera saman í þessu byrju að þess að segja, hann á gráu svæði að ég veit ekki hvor megin hann í þessari mynd alveg af því að það eru mjög þverstæðar skoðanir sem að koma fram hann og upplýsingar hvað honum hvað hann að hugsa. Ég samt búin að fjárfesta í Starlink. Já, Þú veist, nettengingunni, hvenær sem hann kemur hingað til landsins. Áttu hlutabrið því? Nei, ég er búin að kaupa mér Starlink. Þú veist, net, móttakara. Svo, þú veist, ég veit að hann að gera briljant hluti. Hvar hann stendur í þessari heimismynd sem við erum í akkurat núna, það veit ég ekki alveg. Það er grátt svæði. Þess að segja það er grátt svæði. En hann hefur yfirlýst að hann vilji hvorki, við getum sagt vera með taka afstöðu, hann vilji bara fá að vinna í tæknimálunum, en svo er bara spurning hver nota þá tæknimálunars skilur og til hvers þau notað? Mér finnst allavega strax einhvern veginn, þú veist, þegar hann eins og núna bara segir opinberlega bara tjáningafrelsi er manneskjar sem að þér líkar illa við að segja hluti sem að þú ert ósammála. Það er tjáningafrelsið. Já. Og hann vil bara algjört tjáningafrelsi og þar er ég alveg hjartanlega sammála. Sem ég finnst frábært og þeir hjá Twitter gera allt sem þeir geta til að hleypa honum ekki að. Nákvæmlega. Sem að þýðir að þeir eru að verja eitthvað sem að þeir vilja þeir eru ekki að verja málfrelsi. Nei, og ekki hluthafana því að hann er að bjóða mjög gott verð. Já, og þeir sem eru það eru bara 2,7% þeirra sem eru þeir sem eru í stjórn eiga bara 2,7% í félaginu og það er á held ég 2,2% skilur. Þannig að þeir eru í rauninni ekki fulltrúar þeirra sem að eiga félagið, heldur þeir framhlið. En hvernig á venjulegt fólk í þessu COVID-tímabili og svona, hvernig á venjulegt fólk að fara að því að gera upp við sig? Hvaða upplýsingar eru réttar og hvaða upplýsingar eru falskar? Þetta er að verða svolítið Já, við erum í kaos. Það er rosalegt kaos. Það er upplýsingakaos í gangi. Já. Þess að segja bara því færri sem þú hlustar á því betra vegna þess að það annað ruglarsauðir og svo ef þú finnur aðila sem þú treystir að þá hlustar á þá en það er mjög gott að hafa báðar hliðar alltaf þverstæðar skoðanir gallin við að hlusta á velja að fá allir að hlusta á er að ef það er bara einhver einn skoðun þá getur hún alltaf fest inn í bara einhverjum svona bergmálshelli Nei, ég vel svona svolítið með þverstæðar skoðanir til þess að ég heyri ég vil gjarnan heyra fleiri en eina hlið en ég sit ekki fyrir fram að sjónvarpið og hlusta Nei, en hvað er the great reset? Út á hvað gengur þetta? Það gengur út á það í rauninni að
og getur sagt endur skipuleggja heiminn eins og hann hefur verið. Það gert ráð fyrir því að í framtíðinni þá taki róbótar við mörgum störfum og það þegar til róbótahermenn, róbótalögregluþjónar, róbóta hjúkrunarstarfsmenn og ýmislegt fleira. Það til, það ekki endilega verið að nota en það þegar búið að gera þetta og það þýðir að störfin fækkar og þegar störfin fækkar að þá höfum við ekki að gera það, þá verðum við að mati þeirra í Davos klíkunni vil ég segja, þá verðum við useless eaters eða ónothæfir mattákara, við getum kallað þannig og þess vegna vilja þeir fækka mannkyninu 95%. 95%? Hvað græða þeir á því að fækka mannkyninu 95%? Þeir halda þá að þeir eru að reyna að gera þetta undir því yfirskinni að jörðin þoli ekki svona marga og eitthvað þess að og það sem þeir græða er að þeir verða með samfélag sem er robotarekið nema þeir ætla að halda í svo litið samkvæmt plani kynverja af því að kynverja er svo línir og þá verður einhver svona stjætt sem verður eftir. Hvað samfærir þig að þetta sé svona? Ég bara ég er aðeins búin að kynna mér Davos en ég er ekki það er ekki búið að samfæra mig þetta sko. Nei, en sko, það er búið að vera að vinna systematist að þessu í meir en 20 ár meir sé lengur því að Davos var sett upp miklu fyrir þessi ráðstefnur, þá voru bara boðið öllum helstu stjórnmálumennum í heimi og Kissinger kom þarna að máli því að hann eða skipulagningu því að Klaus er nemandans frá Bandaríkjónum Klaus Schwab og Kissinger náttúrulega hafði sambönd út allan heim svo þegar Klaus Schwab var nobody skilur og hvernig átti hann að geta boðið allir þessu fólki í einhverju ráðstefnu það þurfti einhvern annan til að gera það já, og þeir mættu allir í einkaþotunum eins og þeir gera líka núna meðal annars á loftslagsráðstefnuna sem haldið var í Skotlandi það voru 100 eitthvað einkaþotur það var mjög erfitt að parkera þeir voru að ræða loftslagsmál og svo að þetta er búið að vera í gangi svo lengi og það er bara verið að taka þetta skref fyrir skref. Við á Íslandi sem aldrei gerum plön lengra heldur en 60 mínútur fram í tíman eða eitthvað þess að við kunnum bara ekkert á svona. Við erum með ríkstjórn sem bara gerir plan fram að næstu kosningum eða þá ef þeir setja eitthvað svona fram eitthvað svona langtímaplön þá halda þeir ekki völdum næst og það er aldrei fyllt eftir svo það er alltaf verið að gera einhverja nýja skýrslur og plön. Svo við skiljum ekkert svona sem er bara sett að stað og svo er bara dan. Það sem að ég veit að ég er enn að reyna að staðsetja mig í þessu öllu saman og það sem að ég allavega það er ekki búið að ná að samfara mig þetta og ég er oft þegar ég er að ræða við fólk sem er komið alveg svona, langt í að vera bara á alls konar svona skoðunum að þá er ýmislegt að því sem ég er ennþá bara er ekki seldur þarna Nei, en þú þarft ekki að vera seldur það sem ég er svona það sem ég er komin á er eins og bara til dæmis í COVID og í allu þessu er að það er leiðilegt að segja það en við erum bara komin í rosalegt prinsippleysi og það eru rosa fáir sem þú eru að standa með samfæringu sinni þannig að það sem maður sér það mjög auðvelt að láta svona keðju ganga þannig að hugsa bara hvað eru stjórnmálamenn að hugsa þeir eru bara að hugsa að fá kjör í næstu kosningum þannig að þeir eru bara að pæli og strategistanir og allir í kringu þá þannig að það er ekkert sem er bara nei ég til að missa starfið fyrir þetta Nei, það er ekki þannig sem þýðir það eins og í þessu þá sér maður að það er mjög auðvelt að ég fer á kaffihús og kem þar inn og þar er alltaf einhver afgreiðslu stúlka sem að upp með grímuna og hann er rosa mikið og ég gerði þetta nokkru sinnum í COVID að þá setja upp grímuna og fer síðan að spjalla við viðkomandi og segja hver er þín skoðun og þá kemur bara í ljós ég er náttúrulega bara að hata þessa grímu en ég þarf að vera með hann allan daginn að vinna og svo er sérstaklega úr erlendis og það er meira verið að beita sektum og þá er en ég er bara aðeins að því löggan getur sekta mig og hún getur líka sekta þig skilur hvað er henni sagt af yfirmanni hennar það er bara þú verður að gera þetta því annars getur þú þurft að loka staðnum Akkur segir yfirmaðurinn það vegna þess að löggan er bara mér er sagt að ég að loka staðnuðinu með að sekta þig ef þú gerir þetta hver er yfir löggunni, það er síðan ráðherran og hvað er ráðherran að hugsa hann er að hugsa ég vil ekki gera þetta öðruvísin þetta er gert í öllum hinum löndunum í heiminum
skilur, og af hverju þetta gert eins í öllum löndunum í heiminum, það út af þessari einu stofnun. Það eitt plan í gangi. Það bara ein stofnun sem skipt allt í einu takt og þá komið grímuskyldi í öllum löndum í heimi og þú hugsa mér, það enginn að taka sjálfstæða ákvörðunina. Nei, það voru fjórir þú þarft ekki að vera í einhverju ólegu samsæri til að sjá hvernig þessi keðja rúllar í gegn án þess að neitt sér partur af einu samsæri, skilur við. Það er bara allir óttastlegnir að reyna að verja sitt hlutverk. Já. En það er það er alltaf opaslega mikið lím í þingsætunum. Lím í ríkisætunum. Já, það er bara, þú veist, alveg bara ekki kemst í kjórstofnum og allir vilja setjast eftir í límið. Ég stofnaði ásamt nokkrum fleirum, skal ég segja, mannréttindasamtökin Mín leið mitt val og þau eru orðin rúmlega áskömmul og við erum búin að skrifa öllum þingmönnum ótalsinnum bréf, við erum búin að senda þeim ábyrgðarbréf, við erum búin að senda þeim tölvupósta, við erum búin að senda alls konar áköll á sérstaklega á ráðherrana, hefur enginn svarað, enginn. Eini sem hefur svarað, það var umboðsmaður Alþingis til að segja okkur að við ættum að beina fyrirspurn okkar til einhverja nefndar og við skrifum nefndinni og nefndin ekki svaraði, það svaraði enginn. Okay. En það er algjör þögn og þetta er náttúrulega algjör óvirðing við borgarlandsins að fyrirspurnin skulle ekki vera svarað. En það var náttúrulega strax svona snemma þannig að þú veist, það einhvern veginn einhverju myndi þó segja á móti, það er vanvirðing við að það er verið að reyna að verja fólkið í landinu, að vera að reyna að búa til usla og upplýsinga og óreiðu og þú veist, það væri þá hin hliðin. Sko. Já, sem hefur verið og allir bara mjög harðir á því. Þú ættir bara að fá COVID og verða veik. Hvað fær manneski eins og þig til þess að vilja þú ert að vinna við heilsu og þú ert bara með þín og Gunna og allt þetta, hvað fær þig til þess að vilja stíga inn og vera með þessar skoðanir opinberlega? Bara innri samfæring og líka að sko ég líti á þetta sem númer 1, eiturvopn, númer 2, sprautna líka í mínum huga eiturvopn og ég vil, það er náttúrulega fullt af fólki búið að deyja og það er fullt af fólki búið að skaðast af þessum efnum sem var búið að yfirlýsa að væru 90% virk myndi vernda fólk. Hversu margir eru veikir? Þeir sem eru með COVID í dag, það eru þeir sem búið að sprauta 2 eða 3. Þetta eru veikt ónæmiskerfið þeirra frekar heldur en hitt. Er það staðfest? Þú veist, samkvæmt þeim læknum sem eru inn á þeirri línu og tala fyrir því, já, þá er það staðfest. Því ég var svo erfitt með að einhvern veginn, þú veist, meta hvað er rétt og hvað er rangt í þessu, sko. Já, en við skulum bara horfa á tölurnar og það er allir að fárast núna yfir því, sko, COVID dó þegar Úkraínustríðið hófst. Þú verður tekið eftir því, það er ekki að tala um COVID lengur. Já, ok. Það er verið að fárast yfir því, sko, það er bara 1000 manns eða eitthvað látnir og ég er ekki að segja að það sé eitthvað gott út af fyrir sig, skilur við. Í Úkraínu það er svona margir og eitthvað, en það er tæplega 40.000 sem hafa látist að sprautunum. Í Evrópu, samkvæmt evróska þú veist, tilkynningaskyldu, ég man ekki hvað að kalla þar og það er gert ráð fyrir að það sé bara 1% af skaða og andlátum tilkynnt inn í þessi kerfi. En ein vinkill í þetta líka sem þetta er náttúrulega ekki skemmtileg umræða, þú veist, fyrir ef það er kannski 85, ég veit ekki töluna, það er 85% af fólki búið alltaf bólusettir. Já, nei, það er ekki skemmtileg. Það er náttúrulega ekki gaman að vera einhvern veginn ég ætla að fara að efast það sem ég sjálfur var búin að taka ákvörðun að láta gera og það er erfitt. En stundum, þú veist, ég hitti konundaginn sem var að mynda að tala bara hún væri með bara massívar aukaverkanir og búin að vera í rosa bastli þá náttúrulega getur ekki afneita því, skilur, og þá segir hún bara ég sé eftir að hafa gert það. Já. Svo eru náttúrulega fullt af öðrum sem bara, þú veist, finnst frábært að hafa gert þetta á allt það. Já. En maður skilur þetta sé erfið umræða, þú veist, að því þú veist bara, þegar þú tekur svona ákvörðun, þá verður náttúrulega svolítið að standa og falla með ákvörðunin sem þú ert búin að taka. Það sjálfsög. Hún sagði stjörnuspekingur sem ég hef verið að vinna með og hlusta á, sem heitir Pam Gregory og er bresk, hún sagði í upphafi síðasta árs, ef hún sagði ekki bara 2020. Það er framundan tímabil þess að þið verði að vanda vel val ykkar. Því að það sem þið veljið að gera hefur langvarandi afleiðingar. Svo ég valdi þessa leið
og ég valdi að fara, ég hef náttúrulega mjög oft valið að fara aðra leiðir heldur en annar fólk gerir í hlutunum, en ég valdi þetta út frá mínu hjarta og ég ákvað að ég þyrfti að láta aðra vita af hættunni. Hvað með, ekki annar partur að þeir sem að hugsa þú veist, ég vil ekki taka áhættuna á því að þú veist það séu þá margir sem fara að dæma mig sem einhvern rugludall og allt þetta kannski ég bara orðin svo gömul að ég hætta þó ég segir náttúrulega alltaf ég sé bara 23 ára sko, en málið að ég bara stend á minni samfæringu og ég verð að vera samkvæm sjálfri mér, ég get ekki verið það og það er bæði ættingjar og vinir sem hafa orðið fúlur út í mig fyrir þetta að ég skuli vera með þessa samfæringu, en ég held samt áfram að vera með hana út af því að það er ég ef ég væri mjög meðvirk ef ég færi að fylgja skoðunum annara. Jú. En það er samt það sem að flestir að gera. Já, ég veit ekkert hver ég er bara fer. Mér er alveg sama hvaða skoðun fólk hefur eða hvaða ákvörðun það tekur, en stóra spurningin tókst þessa ákvörðun sjálf eða sjálfur? Ertu vissum þetta sé þín ákvörðun? Og þar held ég að svari sé bara í rosalega mörgum tilvikum ef að fólk fer að skoða sjálft sig, og ég er ekki undan þegin þarna, Nei. að það fyrir að skoða ég bara, þú veist, já, það var þarna sem heilinni mér fattaði ótta við þetta, þarna fattaði hann ótta við þetta og þannig komst ég þessari niðurstöðu, þannig að þetta er bara óttin minn að tala, þetta er ekkert ég tók aldrei neina ákvörðun þetta sjálfur og þannig er það svo erfitt í nútímanum, í mörgum málum þegar það er verið að bombardir á þau upplýsingum og einmitt þetta með síman og allt þetta að það er, þú veist, hvenær, svo ég kom aftur að þess að tala um, hvenær kemur tíminn til að taka skref tilbaka og hlusta hvað er innsæið mitt að segja mér? Ég held að sko, ef fólk myndi slökkva á bara fjölmiðlum og svona, þú veist, í eina viku. Einmitt. Hætti að vera stöð í símanum að lesa eitthvað þar sem aðrir að segja og bara aðeins að finna inn í sjálfu sig, hvaða leið vilt þú fara? Og við erum að velja leiðin okkar núna í heimi sem er algjörlega að breytast. Algjörlega. Við erum að velja á hverju einasta degi. Hvernig er hann að breytast? Leiðum. Það er náttúrulega verið opáslega uppfærsla tíðinu uppfærsla, bæði á jörðinni og á fólki og þannig við erum að fara í gegnum breytingar sem hafa ekki áður verið á jörðinni kannski, þú veist, hugsalega fyrir 800.000 árum síðan eða eitthvað þess að þar jörðin er uppfærast og við erum uppfærast með henni og þeir sem ekki uppfærast þeir verða út undan hvernig verða þeir út undan? Sko, við eigum all möguleika á því sama að það er ég veit ekki hvort þú tekið eftir hvað sólin er hvít hún hefur breyst, hún er ekki svona gul eins og hún hefur verið það er miklu hvítara ljós sem eru að koma frá henni það eru stöðu sólgos og það er að koma svona korónugos líka og allt þetta ljós, allar þessar ljósagnir er að koma til jarðar og þær eru að hafa áhrif á okkur til uppfærslu við þurfum ekki að fá örflug frá Elon Musk til þess ef við erum tilbúin að taka á móti þessu og það er barátta hér í heiminum á milli hins góða og hins íls að mínum mati og það er við erum í þessari baráttu hvor hliðin kemur til með að vinna og við erum í svolítið miklu lokastríði hugsalega í kringum Úkraínu eða þessi átök sem eru núna milli í rauninni NATO og Rússa vegna þess að NATO er að moka inn þannig vopnum og hermönum til að þjálfa og ég veit ekki hvað skilur þannig þetta er óopinbert stríð skilur svo að það er bara átt á milli hagsmunatengsla hinn gullna öld verður ekki bara svona þetta gerist allt í einhverju ferli og þetta ár er rosa mikið ár mikilla umbyltinga og breytinga og plánetunnar fyrir utan og það er stjörnuspekki þær eru líka að hafa áhrif á jörðina og það er núna nýbúin að vera afstæða var núna hvað var það? 12. apríl þá var afstæða, sko það var Júpiter og Neptunus voru í samstöðu þessar tvær blandur í fiskamerkinu það gerist á 166 ára fresti þú veist, sem þýðir sko ekki einu svona ævinni skilur heldur, þú veist önnu hver kynslóð eða þriða hver kynslóð eitthvað þess aftar og
þetta þýðir að við eigum rosa möguleika á í rauninni að auka og víkka út vitund okkar og aðlast meiri skynjun, við þurfum ekki sveppi til þess, það bara eðlilegt ferli, ef við erum tilbúin til að stilla okkur inn á það og við getum ferð að muna eftir fyrir lífum, okkur getum dreymt meira, við getum verið að fá leiðbenningar í draumum okkar og annað þess að þar í rauninni alls konar hluti og þeir sem hafa verið að hugleiða og þeir sem hafa verið að í rauninni að vinna svolítið með sjálfa sig eru í aðstöðu til þess að nýta sér þessa orku núna, hún hefur áhrif á alla en það svona eins og þú veist sko, það geta allir farið í sturtu, það bara mismundi hvernig þið þó sér þannig að sko, hvernig nýtir þér það? Ég sé þetta allavega þannig að mér veist að vera að fara inn í tímabil þar sem að rosalegt kaos og mikið í gangi og að mikið vera að benda fingrum og ég sé það þannig, kannski eitthvað bull í mér, veit ekki, að við sem að fara í gegnum tímabil þar sem að allir mun á endanum neyðast til þess að fara að líta inn á við og fara að skoða sjálfa sig og sín munstur. Því það á endanum það eina í allir þessu upplýsingadóti og bara allavega ég stend mig svo ofta því að ég einhvern veginn, já, ég að hluta til sammála þessu en líka þessu, ég veit ekki alveg og þú veist að þá það eina sem ég get tekið ábyrgð á ég, skilur. Og ég get allavega að byrja að þrífa minn eigin speil, sko. Já. Þannig að hann sé sem hreinastur og ef hann eins hreinn eins og mögulegt þá ég að auka mjög líkunar á að ég muni komast að réttri niðurstöðu fyrir mig, sko. Já. Og mér finnst það vera svolítið kannski tímabilið sem að við erum öll að fara inn í að bera ábyrgð á því að hvert og eitt okkar sé í sem bestu ástandi til að meðtaka upplýsingar eftir eigin getu. Og þá kemur sem bara í ljós hver niðurstaða þín verður, sko. Já, ég meina, ég ekki að segja ég sé eitthvað hæfari þess að meðtaka upplýsingar það heldur einhver aðrir. Ég bara að segja, þarna tækifæri sem við getum nýtt okkur og sko, til að við getum gert það, þá númer 1 þá þurfum við svolítið að hugsa líkamann. Við getum ekki lengur verið að, þegar tíðnin hækkar, þá getum við ekki lengur verið að borða þungamatinn sem við höfum verið að borða hingað til, skilur. Við þurfum að passa upp á það. Við getum ekki lengur verið með sömu mynstrin og við höfum verið með hingað til. Við verðum að skilja eftir bakka fortíðarinnar. Við ætlum ekki að dragnast með þá með okkur. En það alls konar svona hlutir og þess er svo mikilvægt að einmitt í þessu ferli að skoða sjálfan sig, læra að elska sjálfan sig. Það hefur ekkert með sjálfselsku að gera. Það sjálfs ást. Akkurat. Við eigum þennan líkama, við fáum hann sem faratæki í þessu lífi, við erum andleg vera í efnislegum líkama, það andinn sem fer þegar fólk deyr, ekki líkaminn, hann verður eftir, þess sá ég þegar maður minn dó, hann dó heima og ég bara horfði á hann eitthvað hálftíma eftir að andinn var farinn og já, hann lítur út eins og gulli en hann ekki gulli. Upplifir það þannig? Já, andinn var farinn. Andinn var það sem bjóð til allt í þessum líkama. Hann talaði reyndar alltaf um það, sko, hann væri ekki þessi bíl, líkaminn. Yeah. Hann væri andinn. Hann sagði það? Já, hann sagði það alltaf. Okay. Nú fæ ég alveg gæsa húð. Já, einmitt, þetta fallið til að lýsa svo. Já, hann sagði það alltaf og hann sagði, sko, að hann færi bara heim þegar hann myndi deyja og við vorum með þá skoðun, bæði tvö, að við veldum hvernig við kemum til jarðar og við veldum hvernig við færum. Og þó ég hefði verið mjög fúl yfir hann skildi fara, þá var ég líka viðurkenna valans, skilur, og sætta mig við það. Og já, það hefði tekið pínu tíma, en þetta sko, þú veist, við förum bara gegnum þetta og það að koma alls konar upplýsingar fram núna hjá aðilum sem ég að hlusta á YouTube meðal annars það sem verið að tala að við séum hér á jörðinni samblanda fullt af fólki eða verum frá ýmsum plánetum við séum ekki bara þetta sé mix eins og það stendur. Akkurat. Og þannig það ýmislegt mjög ótrúlegt sem að koma fram, það maður alveg bara þú veist, þannig maður þarf alveg virkilega að segja ok, hverju trú ég og hvað. Það kom náttúrulega frekar snemma í byrjun COVID-faraldursins, þá komu upplýsingar beinlinir frá NASA tilvist geimvera. Já. Þannig að hugsa, hvernig var þetta ekki stórfrétt? Já, það er bara sko, það er út af því að við viljum ekki sjá það. Við viljum ekki ennþá sjá það en það eru verur á öðrum plánetum. Ég er líka svo gaman að einhvern veginn að reyna að sitja í því rými með mig að
eins og þetta sem þú byrjar að tala fyrir líf og eitthvað, ég hef ekki neina beina reynsla fyrir lífum, það þýðir ekki að ég þurfa að vefengja þína upplifun að því. Nei. Skilur, og mér þykir gaman að hlusta á það og vera með opinn huga. Og það er það sem ég á stundu svo erfitt með að skilja í nútímanum. Það er þetta einhvern veginn, þó önnur manneskja sem er annan reynslu heim með aðrar upplifanir en þú, akkur þurft að þú að verða svona og akkur getur ekki, já, ok, áhugavert, af því svo getur vel verið að eftir 3 eða 5 ár sé ég komin í sama reynslu heim eins og þessi manneskja, sko. Því ég hef margoft upplifað það með mig, að eitthvað sem ég var alveg lokaður fyrir og svo breytist eitthvað hjá mér og allt í einu, ok, þetta var það í sinni held. Já, það sem betur fer hjá okkur öllum, skilur við, en hérna, við erum öll eitt, við erum öll búin til og sama efni. Og það að við skulum alltaf vera að aðgreina okkur frá öðrum er út af því við erum svo mikið hér uppi og gleymum að vera hér niðri. Það er bara, við þurfum að vera í hjartanum meira en ekki hérna í huganum, að því við erum alltaf að rationalisera allt saman, skilur. Nei, þetta er ekki samkvæmt vísindunum, þetta er ekki þetta og við búum til eitthvað hvað er rétt og ráð. Mér finnst það líka að vera svolítið stóra myndin núna er að maður er að skoða þú veist, bara fólk og fjölmiðla og annað, það er svona stendur fyrir separation eða unity. Já. Og það er rosalega mikið verið að búa til aðskilnað á fullu. Algjörlega. Sem er einhvern veginn, ok, þá erum við dálítið að færa athyglina frá því hvað við eigum margt sameiginlegt. Já. Sem fólk. Já. Og við erum, þú veist, og við hérna bara eitthvað venjulegt fólk, við erum öll í þessu saman, sko. Það skiptir einhver mál á hvaða kyni maður er eða hvaða litur það er, við erum öll fólk, sko. Já. Og við erum að reyna að gera okkar besta til þess að vera í þessu saman, sko. Já. Og það er hérna... En það er búið að búa til í rauninni grunn fyrir mikinn aðskilnað. Gríðarlega. Já, og það er eitt partur af planinu, segi ég. Og er ekki svona með þetta að þeir sem að þóra stígin í það að vera með svona kannski öðruvísi skoðanir eitthvað svo leis, að þeir eðlileg málsins samkvæmt eru náttúrulega þá í tengslum við einstaklingin í sér. Það því að oft á tíðum, að því þeir sem sko eru svona alltaf á vinsælustu skoðuninni hverju sinni eru mjög oft einhvern veginn, þeir eru alveg tengdir inn í einhvern svona hóp, skilur við. Ég sé þetta svolítið þannig að þú verður að tengjast einstaklingnum í þér og röddinni þinni og innsæinu þínu og verða alveg þú til þess að geta síðan komið og orðið hluta á hópnum, skilur við hvað er að fara. Í staðin fyrir að þú hoppið beint í að vera hluta á hóp og þú ert ekkit, spegillin er ekkit treytt, þú veist ekkit akkur út í þessum hóp en ekki hinum hópum. Já, ég skil hvað þið, já. Jú, ég held að svo þetta líka bara að skynja þetta að við erum alltaf eitt og all búin til eins, skilja, það getur verið mismunandi háralitur og auglitur og mismunandi hæð og allt þetta, en við erum all fólk og við erum auðvitað pínu mismunandi út af því að til dæmis eftir hvar við búum á jarðarkringlunni og við tölum mismunandi tungumál og ég hef alltaf sagt sko að tungumáli tengist tíðninni í landinu sem þú ert í. Já, ok, hvernig þá? Og bara til dæmis eins og sjáðu bara tíðrina hérna á Íslandi og svona, og umhverfið. Það er, Íslandi er hart mál. Bara hart. Og hvernig er landið? Það er hart. Það er hart. Og það er hart bílt. Og hefur alltaf verið. Og svo horfir á Spáni. Það sem það sem sko, allt er svona miklu, og Frakkland, skilu, allt önnu tíðni. Allt miklu afslapara heitara og allt svona, þú veist, og fólk hreyfir sig öðruvísi. Ég maður alltaf eftir því að þegar við fórum í brúðkaupsferð og guðleitin og fórum við til Aruba og Curaçao í niðri við Karabíska hafinu, rétt fyrir norðan Suður-Ameríku. Og þá vorum við sko að horfa á við konur í hinu vestræna heimi, sérstaklega norðurhlutanum, við göngum alltaf eins og við séum líka að segja hermenn, við sveiflum ekki svona mjög öðmón og svo kemur við þessi lönd þar sem er svona heitara og það gangar alveg svona dúm, þú veist alveg, að því það er annað, þú hreyfir þig öðruvísi, að því það er hiti, þú hreyfir þig ekki eins rætt og þú veist, og Íslandi sko, þegar ég var með ferðarþjónustina þá sagði ég alltaf við fólk sem ára að koma og gisti hjá mér á hótelinu, þá sagði ég, sko, Ísland kennir þér að lifa í augnablikinu
vegna þess að ef þú grípur ekki tækifæri núna þá komið vont veður þú veist, ég lenti oft í þessu að fólk var að spája hvort þetta fara á jökulinn þú veist, og ég sé svona, það er fullkomið veður í kvöld farði í miðnætuferðina þeir eru komið niður hérna klukkan eitthvað 1:30 eða eitthvað svo leiðis eða eitthvað, ég man ekki hvað það var og ég skal bara hafa hérna heitt kakó og eitthvað fyrir ykkur þegar þið komið niður nei, við verðum að fara að sofa núna við förum bara morgun næsta morgun var skýjað Akkurat. Skilju, Ísland kennir þér svo mikið að lifa í augnablikinu og við erum svona átakaþjóð við gerum eitthvað hratt af því þú ert annarkvæmt að bjarga fiski sem var afli eða bjarga heyi skilju, það er langtíma einrætingin í fólki Akkurat. Ég mann þegar ég var á Jamaica þetta sem þú ert að lýsa þá einmitt manni þar allt í hennu sagt við mig hei, akkur er lappar svona hratt Já. Og þá finnst þér að reyndar það er náttúrulega bæði svakalega gott veðurfar og fólk er aðeins hérna það er mikið verið að reykja gras sko en það er einmitt bara svona eins afslapp og það getur verið Svo og sko nær miðbaugi þá er lífið miklu auðveldara það þú þarft ekki eins mikið að fötum þú getur verið bara á tjöból og eitthvað skilur þannig að það breytir líka þannig hér höfum við þurft að og þess að segja, tungumálið er tíðinni landsins eða það er svona mótast af tíðinni landsins og þeir sem að koma og settist þetta þeir koma náttúrulega mjög margir frá norðurhluta Noregs eða miðhluta landsins þannig þeir voru líka að koma að norðan og koma og halda sig hér sem er svolítið merkilegt líka vegna þess að þegar að Íslendingar fluttu til Kanada og Bandaríkjana þá fluttu þeir ekki til Suðuríkjana þeir fluttu til Norðuríkjana þar sem að lífi var álíka erfitt og það hafði verið heima hjá þeim bara miklu meiri snjór og miklu meiri kuldar á veturna heldur en voru hjá okkur en svo heitari sumur á móti en þú veist, en við höldum okkur einhvern veginn svona í einhver svona línu en það er líka gaman og eitt af því sem hefur svona víka minn sjóndeildarhring mest er að ferðast það er náttúrulega stórkostlegt og talandi um þetta með að við séum öll eitt og allt þetta þá fattar maður alls konar hluti eins og bara þú veist hvað fjölmiðlar ganga mikið fyrir átökum að þú veist maður kemur í lönd eins og Líbanon eða eitthvað og það er mér hefur þetta aldrei verið sagt frá venjulegu fólki að eiga venjulegt líf hérna mér er bara sagt frá átökunum eða Ísrael eða eitthvað skilur og þá hugsaðu og síðan fyrir maður að mynda að leiða sér að hugsa við erum rosalega Íslands miðuð hérna á Íslandi í eyju hérna í norðurhjara og síðan jafnvel fer að fatta og þú veist og svo erum við einhverju leiti dálítið tengt Skandinavíu og svo Skandinavíu tengt Evrópu og við erum alveg svakalega Evrópu miðuð sem er gott og slæmt en síðan kemur við bara inn í einhverja allt aðra menningar heima það er bara allt annars konar viðhorf til rosalega margra hluta og þá þarf það að hugsa akkur er ég búin að gefa mér að þetta sé eitthvað að þetta sé réttar eins og við erum að horfa á þetta Já, ég veit. Þetta er svona sko að ég er búin að vera farastjóri í mörg ár og fara einmitt til svona kalla fjarlægri landa að þá náttúrulega erum við að horfa upp á við erum að horfa upp á fátækt, við erum að horfa upp á vinnuaðferðir eins og í Indlandi sem er öðruvísi heldur en á Íslandi, við erum að horfa upp á svo margt sem er öðruvísi og svo situr fólk í rútunni hjá mér og segir, hvað er að gera þetta svona? Þetta gera þessi og ég alveg byrju, þetta er þeirra leið til að gera hlutina og þess að segja, við erum öll eitt en við erum með mismunandi hefðir og venjur sem mjög oft tengjast trúarbrögðum sem er auðvitað einlega til þess að stjórna fólki og við búum í mismunandi stöðum í heiminum og staðirnir móta okkur svo litið. Algjörlega. Þannig að þess er ekki hægt að segja þeir eru bara að gera þetta svona eins og við gerum þetta og nei, vegna þess að við erum annars staðar á jarðarkringlunni, við erum ekki í sama samfélagi og þetta fólk og við getum ekki ætlast til að það geri svona sko. Nákvæmlega. Þess vegna er sko að mínum að það að ferðast er að kynnast í hvernig aðrir lifa en ekki skoða það og segja, hvað gera er ekki eins og við? Nei, nákvæmlega. Heldur bara sjá það og meðtaka það og það er fátækt og það er óhreinindi og það er þetta og það er hitt og það er eitthvað annað sem er rosa gott líka, skilur skrítið og skrítið að segja það en mér stíður að fara að upplefa þegar ég ferðast mikið fyrir utan Evrópu og kem á fátækari svæði þá sér maður alltaf mjög margt vont með fátæktinni
og sérstaklega kannski svona versta lagi, þú veist, þeir sem eru fátækastir en mjög oft get ég ekki komast að annarri niðurstöð en hamingist í þessum löndum oft bara, þú veist, allavega 100% hærri en á Íslandi. Það er miklu minni streita, myndi ég segja, í mjög mörgum og streita það sem að búa til stærstan hlutan af vandamálunum okkar í dag. Já, algjörlega. Og við erum sko náttúrulega í öllum vestræna samfélagum, það eru búin að vera það er svakalegur hraði á öllu og svakaleg pressa á öllu og eitt af því sem við þurfum að læra að gera að hægja á okkur, við þurfum að læra að gera hlutina á einfaldari máta, við þurfum að vera tengdar í jörðinni. Við erum á sömu tíðin og hún, ef hún breytir tíðinin, þá breytist tíðinin í okkur. En við erum á sama ferðalagi. Ég meina, fólk finnur þetta oft bara þegar það bara fer eitthvað upp í sveit og þú finnur bara strax fyrstu nóttina að þú sefur betur. Já. Og einmitt svona einhvern veginn vaknar jafnvel og það til að vera að dreyma meira og allt sem breytist. Ég veit það. Og þá hugsa maður að oft vera mikið út í náttúru. Það einhvers konar, ég veit það ekki, það smá eins og að stinga sér aðeins í samband, sko. Já, og það til dæmis að ganga berfættur á grasi, maður þarf svo sem geta fara út í eitthvað langt út fyrir bæland, maður getur fara á Miklatúni eða eitthvað þess að til þess að gera það. Það rosa jarðtenging og við erum náttúrulega á jörðinni en borgarsamfélagin hafa gert það verkum að við höfum tapað tengingunni við náttúruna mjög mikið. Akkurat. Sko. Og sem síðan fyndir, sko, svo leitar fólk í borgirnar til þess að vinna langa vinnudaga og vera í fullta streitu til þess að enda síðan með heilsubrest og þá sækir í að komast á einhver retreat einhvers staðar þar sem þú veist og borða náttúrulegan mat og fara að vera langt frá fólk einhvers staðar upp í sveit. Já, en þetta sko, Hallgrímur heitinn hafa með á læknastofunni hjá sér að maðurinn eyðir fyrir hluta ævinnar í að afla tekna og eyðileggja heilsuna og setni hluta ævinnar í að nota tekjurnar til að ná heilsuna aftur. Svolítið til í sér. Og það alveg gerðsal í mínu tilviki, sko, ég var algjörlega búin að brenna mig út þegar ég var búin að vera ein með reksturinn á hótelin í 6 ár eftir að Gulli heitinn dó og bara vinna allt og mikið, sko, alltaf og ég var hætt að, sko, ég var orðin svo þreytt, ég gæti ekki sofið. Akkurat. Ég bara laðist upp í rúm og ég sagði alltaf að húsið mitt væri dýrasta svefnpokapláss í heimi, skilju, og því ég var ekki þar. Ég rétt kom heima einhver tíman eftir miðnætti og svo ég verknum klukkan 6 á mótana og farin aftur að vinna, skilju. Ég tengi rosa margir við þetta, sko. Þetta sem þú sagðir áðan, að vera of þreyttur til að sofa, sko. Já. Það bara, ég laðist upp í rúm og ég bara horfði upp í loftið og ég gæti alltaf að loka augunum, skilju. Það var bara streitan allt og ég hefði, sko, gengislösa á kortisólbyrði líkamans að það var allt komið niður undir 0 í heilsufarslega séð. Hvernig mæli fólk svoleiðis eins og kortisól? Sko það náttúrulega því það örugglega margir það í rauninni alltaf kallaði bara útbruni eða hvað kallaði burnout, já það er burnout, kulnun núna, sko en við brennum í rauninni upp þessari orku og nýrnahetturnar þær geta bara framleitt x mikið og ef við erum alltaf undir streitálagi að þá hafa þær aldrei tíma til að og við höfum aldrei tíma til að slaka á svo við náum aldrei að endurnýja. Nei. Og þú veist, sko ég elskaði að búa þarna fyrir vestan, ég bjóð þarna í 15 ár á Snæfellsnesi en undir lokin, sko, þá var ég rauninni hætt að njóta umhverfisins, ég var bara að vinna. Og þá verður þetta svona, þú veist, ég sagði alltaf við Guð, sko, ég skal vera hérna meðan það er gaman. Svo bara hætti að vera gaman. Og heilsa maður farin og alltaf, og þá verður maður bara að fara og ég veið örgulega geta haldið áfram að reka hótel aðeins lengur og til þess að komast inn í nýju bylgjuna af ferðaþjónustu og geta selta eitthvað dýrar eða eitthvað, en ég hef tapað heilsunni alveg. Þannig maður velur líka þetta. Ég þekki þetta að tapa heilsunni og þá þegar maður fær allt í einu svona augnablikin þar sem maður finnur að manni líður allt í einu vel aftur þá hugsa maður, sko, hvað ég búin að spekulera nei, ég verð nú að keyra maður aðeins lengur út af því ég má ekki missa þetta, ég má ekki bara þú mátt bara missa allt ef þú fær heilsunni tilbaka. Hún er það dýrmætast og ef þú færð hana tilbaka þá er bara nokkuð víst að þú muni geta nota þessa reynslu til þess að búa til einhvern pening eða gera eitthvað, sko. En þá fattar maður hvað maður gengur langt á sínar eigin byrðir áður en að maður segir nú bara er ég bara með eitt verkefni, það er að ná mér í lag það þarf
bara, það skiptir ekki máli hvað það kostar. Það tók mig 2 ára fullt af peningum. Já, nákvæmlega. En í dag, sko, ég segi ég við betra helsu í dag, heldur ég var því að fertug. Já, frábært. Þú veist, þannig að þetta er ekki spurning valdi ég rétt. Ég valdi 100% rétt. Já, akkurat. Algjörlega fyrir mig. Akkurat. Já. Og og ég bara, mér þakklátt fyrir að hafa getað náð helsunni aftur upp. Og nákvæmlega, og gott að ég man alltaf að fara eitt viðmælandi hjá mér sem sagði, sko setningur sem satt svolítið tímir að sagði, allt er alltaf á leiðinni eitthvað. Já. Og það er gott að pæli því með vanana sína varandi heilsu. Já. Það sko, á hvaða leið er ég? Þú veist, maður byrjar að svona gera eitthvað aðeins sem er óhollt. Já. Þá er það ekki að fara að vera aðeins óhollt áfram. Nei. Það mun vera síðan aðeins meira og Já. meira og meira og meira og þá líka í hina áttina að oft vanmetur fólk svo rosalega ef það er orðið heilsulaust eða er í vandræðum, byrja á þessum litlu jákvæðu breytingum af því þá er það að byrja að skipta átt. Já. Og þá er þetta á leiðin í hina áttina. Já. Það er kannski þolinmæðisvinna, en ekki vanmeta að alla stóra breytingar byrja á einu skrefi. Sko. Já, það er svolítið merkilegt að þú segir þetta út af því að ég var svo orkulítil eftir ég seldi hótelið og bara svo veik, sko, að það voru dagar þar sem ég gæti bara ekki fara á fætur. Akkurat. Og ég var alveg, ég er svo þreytt í dag, ég er alveg hérna var alltaf stýrinn þetta og svo allt í einn dag ég fætti, ég má ekki nota þessar hugsanir. Einmitt. Ég verð að breyta. Einmitt. Og ég byrjaði á því að segja, sko, að ég hraustar í daginn í gær. Akkurat. Ég meiri ork í daginn í gær. Akkurat. Og ég var með trampolín sem ég var að nota á þessum tíma og ég hoppa á trampolín og sagði þetta aftur og aftur og aftur og aftur. Nákvæmlega sama hátt, sko, þegar að Gulli-heitin dó, þá var allir, er þetta ekki erfitt? Og ég segi, það er auðvitað í daginn í gær. Einmitt. Þú veist, bara taka þessi skref. Já. Byrja að gera eitthvað til að festast ekki ástandi. Og breyta þessu vegna þess að hugsanir verða að hlutum og já, það raungerist. Og aldrei eins mikið eins og núna. Þess er eins og mikilvægt að vera jákvæður. Ég segi, biðja fyrir friði. Þess að þú og ég getum ekkert gert annað. Nei. Ef við getum biðja fyrir friði, við getum sendt út friðelskati, við getum sendt út kærleisorku, við getum umvafið jörðina, og skoða er einhverjir staðir í lífi mínu þar sem ég er að búa til, þetta er alltaf stórt orð, innan gæsalappa, lítil stríð. Já. Hvað get ég gert til þess að stoppa stríðin í mínu lífi? Þá er ég að taka ábyrgð á því að ég er ekki að búa til stríð. Já. Og það er svolítið í staðin fyrir að vera að setja alla orkuna í að lesa eitthvað einhverja fjarlæga atburði sem að maður hefur bara, ef maður gæti haft mikil áhrif á það, ok, frábært. Já. En oft á tíðum er sterkari leikur að segja bara hvar get ég tekið ábyrgð á því innra með mér sem er einhvern veginn í sömu tíðinni og sömu orku og er það sem að mér finnst verst í heiminum, sko. Get ég byrjað að draga úr því og ef við gerum það öll, þá er alveg klárlega bara að fara að hafa rosalega mikil áhrif. Hvert og eitt okkar hefur áhrif að mínu mati og hvert og eitt okkar getur lagt sitt að mörgum. Þess að ég til dæmis búin að vera, ég var fulltrúi fyrir friðarsamtök japansku upprænlega sem eru með bara, kalla sig Peace Prayer Society, það er bara einföld bæn sem er með friðuríkja á jörð. Og ég var mörg ár með ég var fyrir vestan og voru með mótin og allt þetta, það var þetta hluti af því sem vorum að gera þar og svo ég tók fram þessa litlu bæn og ég sett hana á skrifaði þú veist, sett einhverja mynd og skrifaði post á Facebook og svo er ég bara að posta þessu reglulega þannig að hvers getur sem einhver lesi þetta þá sendur hann út hugsunna og því fleiri sem senda út hugsunna því betra algjörlega og svo bara vinna friði einræð með mér og senda út kærleik til jarðar og íbúa jarðarinnar. Er það ekki flott logoorð? Ég held það. Kærleikurinn er bestur. Já, það er bara svolítið frábært að fá í heimsókn og ef ég heldur endur að sé allt í lagi með kamerunnar og hljóðið, ef það er eitthvað klíkað þá býðið þér aftur. Þakka fyrir það. Það er frábært að fá í heimsókn. Takk.